Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið þið sæl og blessuð, velkomin í þingið, þennan lið við Rauðaborðið á samstöðinni sem við reynum að hafa virkan alla mánudaga. Stundum eru hér líflegar umræður og margir þingmenn sem rífast, en svo eru líka dagar þar sem við fáum bara einn þingmann, það er þannig dagur í dag. Það er þingflokksformaður Samfylkingarinnar, Logi Már Einarsson. Velkomin, Logi. Já, takk. Sko, við erum stödd í umræðum fjárlög núna á þinginu, það er nýbúið að leggja þau fram. Ég ætla að ræða svona, hvað maður að segja, pólitískan anda líðandi stundar við þig hér næstu mínútur, en mér langar að fara að bakka aðeins fyrst, fara aðeins aftur í tíman. Þú kemur til leiks og verður formaður Samfylkingarinnar á tímum sem að svona bara nánast lá við að Samfylkingin þurrkaðist út. Ég held að megi segja það allavega á þingi sig. Og þú ert svona kannski svolítið hressitappinn, sko, gleðigjafinn, gamli dansarinn í skriðjöklum, og ég fylgdist mikið með þér á Facebook, þú varst mjög svona léttur og skemmtilegur og þú virtist koma með, hvað maður að segja, einhvern anda inn svona sem að hafði kannski skort á. Ef þú bakkar aðeins með mér, hvers vegna hafði Samfylkingin orðið jafn svona illa úti á þeim tímum sem að þú kemur þarna inn á þingið og verður formaður Samfylkingarinnar? Hvað hafði leitt til þess að fylgið hafði dregið svona saman og lítil stemning? Já, sko, ef að maður hefði nú svör við því, svona fullítandi svör við því hvað það er sem að reisir flokka við og hvað fellir þá væri maður nú sennilega nokkuð auðugur maður, því að það eru þetta formúla sem að allir óska sér og við sjáum það bara í pólitíkinni að þetta er ótrúlega sveiflukennt. Ég held að það séu nokkrar ástæður fyrir þessu. Í fyrsta lagi náttúrulega taka Vinstri græn og Samfylkingin við auðvitað afleitu búi eftir efnahagshrunið og það lá auðvitað fyrir að það þyrfti að grípa til mjög erfiðra og sársaukafullra ákvarðana. Einbeitt sér að reyna að verja þá allra veikustu, en það varð eitthvað undan að láta vegna þess að við höfum ekki einu sinni lántraust erlendis. Ég held að það hljóti að mega segja það upphátt núna, það hafi svona eftir á hyggja kannski líka verið hæpið að leggja á sama tíma upp með gríðarlega stór og mikilvæg mál á þessum tíma. Ég nefni stjórnarskrá, ég nefni umbyltingu á fiskveiðikerfinu og umsóknaraðild að Evrópusambandinu. Mögulega átti þessi ríkisstjórn að einbeita sér að því að efnahagsmálunum fyrst og fremst. Í öðru lagi þá eðlilega eftir þessa umbróta tíma og í þessum umbróta tímum sem verður í kringu hrunið þá bara hittnar aðeins í deiglu stjórnmálana og það verða til nýjir flokkar. Við sjáum borgarhreyfinguna síðan Pírata verða til, Bjarta framtíð, Viðreisn klofnar út úr Sjálfstæðisflokki og samkeppnin þarna á miðjunni, þar sem að Samfylkingin hafði staðsett sig og verið, hún verður bara býsna hörð. Þannig að ég held að þetta ekki síst hafi auðvitað bara leitt til þess að flokkurinn misti fótana og þá kom auðvitað líka í ljós að öll umræða einhverja stöðuga inneign í kjarnafylgi átti bara sér enga stoð. Og ég man alveg eftir því, ég að koma inn í landsmálinu á þessum tíma, verð varaformaður flokksins þarna vorið áður 2016. Hvenær skráir þið í Samfylkinguna og verður aktíft svona? Ég gerði það eftir hrunið. Já, þá það bara blossaði upp reiðin hjá mér eins og öðrum yfir ástandinu og yfir hvernig hafði verið farið með bara þjóðina í rauninni í einhverju
fjárglæfra mennsku, getum við sagt. Og þá var auðvitað bara tvennt að velja. Það annarkvort að fara bara niður á Ráðhústorg á Akureyri. Þú bjóst alltaf á býr fyrir norðan. Já, og berja á potta og pönnur þar. Eða bara fara inn í stjórnmálaflokku og reyna að hafa áhrif þar inni. Hvoru tveggja held ég að hafi bara verið mjög gott að fólk gerði. Þáttaka, sama hvernig hún og hvernig henni háttað held ég að skipti máli. En ég valdi allan þessa leið og ég hafði verið svona nokkuð róttækur ungur maður og studdi sem unlingur eða í mínu fyrstu kosningum Alþýðubandalagið. Síðan fer ég í 6 ár til Noregs í nám þar. Lærir arkitektur? Já, það það bil þegar Gro Harlem Brundtland að vera svona stóra stjarnan í pólitíkinni. Og hún hafði nú bara þau áhrif að ég svona smátt og smátt breyttist úr svona vinstri róttæklingi í sósíaldemókrata eða jafnaðarmann. En ég menna þetta held ég að séu svona stóru skýringarnar á því að samfylkingin fatast flugið. Of margt í gangi hjá stjórninni sem tekur við eftir hrun. Ég held það. Nýir flokkar koma inn, það verður samkeppni atkvæðin. Og sérstæða samfylkingarna kannski ekki alveg ljós á þessum tíma. Nei. Og svo fara þarna nokkri lykilmenn svona rökklast frá. Það er allt svona, það ákveðið limbo. Já. En sko þegar þú kemur inn og verður formaður flokksins, hver var svona dagskipanin? Hjá mér? Já. Sko auðvitað vaknar maður upp við þessa stöðu og minnir sig á nokkru sinnum á hverjum einasta degi að það með ekki sjást á manni að maður sé logandi nervus. Logandi nervus. Þannig að það nú bara eiginlega það fyrsta sem þú verður að gera. Þú verður bara að taka þetta verkefni og reyna að leysa það án þess að það sjáist að þú sé taugaveiklaður yfir því. Ertu að segja mér bara svona undir 4 augu, það bara við tveir að spjalla saman enda. Nei, ertu að segja mér að þér hafi svona fundist á mörkunum á stæðir undir þessari ábyrgð? Nei, ég vil bara miklu frekar að segja það að þegar flokkur slefar inn á þing með 1 kjördæmakjörinn mann og 2 uppbótarmenn, flokkur sem hafði verið í 30% pluss tíma og stærsti flokkurinn, gríðarlega öflugur með ótrúlegt mannval, að það er bara augljóst að slíkur flokkur hann ekki tryggur með tilveru sína. Þannig að í rauninni fyrstu viðbröðin voru bara að tróða marfaðan og að því að þú talaður að ég hafi reynt að vera léttur og kátur, að þá það ekkert leyndarmál að stór hluti af mínu verkefni var hreinlega að skapa gott andrúmsloft og byggja aftur upp. Reyna að sætta stríðandi fylkingar kannski? Já, byggja aftur upp góðan anda í flokknum. Það voru mjög margir farnir, mikið af lykilfólki sem að hvarf og kaus okkur kannski ekki, ég veit það ekki. Ég notaði töluvert af tíma þarna strax á eftir í að tala við það fólk sem ég taldi mikilvægt, get nefnt Guðrúnu Ögmundsdóttur til dæmis, og fá hana tilbaka. Þá mætukonu? Já, og síðan þurfti maður auðvitað að horfa til þess hvaða fólk var það svo innan flokksins sem að sýnd okkur þó þá hotlistu 2016 og kaus okkur, fyrir hvað stóð það fólk fyrir og vera í einhver tíma minnst okkur í málsvari þeirra sjónarmiða sem þar var, sem að þau höfðu. Þannig að dagskipunin var auðvitað líka bara svo að vera áberandi á þinginu þrátt fyrir að vera bara 3. Við nutum þess náttúrulega að Oddný Harðardóttir var reynsluboltinn í hópnum. Þú, Oddný og Guðjón Brjáns. Já. Og við erum tiltölulega nýir þarna inni, við algjörlega nýir í landsmálunum. Þannig að við nutum þetta leiðsagnar hennar. Samfylkingin líka þannig flokkur
að hann getur ekkert setið hjá eða meldað pass í ákveðnum stefnu og málum. Það alveg til flokkar sem að byggja á kannski einu sterku leiðtoga, stuttri sögu, verða til í kringum 1 eða 2 mál sem að geta leyft sér þó þau séu fáliðuð að einbeita sér að þeim málum, vera bara fyrst og fremst þar. En það kom bara mjög fljótt í ljós að ef þú ert fulltrúi samfylkingarinnar þá þurftur þú bara að koma og fara í umræðu öll mál. Það átti að vera læti. Takk fyrir. Já. og það auðvitað, þá átti að maður sjá á því líka sko að eitthvað af þessu fólki sem að kannski svona veðja ekki á okkur í þessum kosningum og mætti ekki á fundi, það var samt bara glerhert jafnaðar fólk og skilaði sér svo smám tilbaka. Ég held að þegar að jafnvægi komst á flokkin, það að segja að við vorum ekki í hættu lengur á að þurrkast út í kosningunum eftir, þá tæplega 3-földum við fylgið. Það voru svo vombrið í síðustu kosningum að ekki ná nema 10%. Það held ég að einu ýmsar ástæður, meðal annars bara COVID-tíman. En þá finnst mér í rauninni að flokkurinn sé komin í á svona lygnari sjó og þá ákvað ég að ég skildi láta gott heita að því alveg frá fyrsta degi áttaði ég mig á að ég var kannski ekki svarið til lengri tíma fyrir hennar flokk. En ég ætla nú að vera svo brattur að segja, ég held ég hafi verið hárrétti maðurinn til þess að taka við honum í þessari stöðu sem hann var í. Núna nýti ég þess bara að vinna í bakvarðarsveit nýs formans sem að mér finnst hafa komið alveg ótrúlega sterkt inn í íslensk stjórnmál. Nú líka í framvarðarsveitinni sem þingflokksformaður, ekki satt? Jú, en ég í bakvarðarsveit hennar, þó ég sé í framvarðarsveit flokksins. En sko, ef við víkjum aðeins aftur á þeim tíma, þá sko, ef ég væri í þinni stöðu og öflugasti þingmaður og sá þingmaður sem að þjóðin hafði mesta trú á og hefur mesta trú á núna, sem Kristrún Frostadóttir sem tók við að þér sem formaður. Þetta gerðist allt í góðum friði ykkar á milli. Hún virðist hafa stungið upp á því við þig eða beðið þig eða eitthvað svoleiðis. Værir þú til í að stíga til hliðar? Nei, það var ekki þannig. Auðvitað skynja maður skynjar auðvitað sinn vitjunartíma oft. Já, ok. Maður skynjar auðvitað líka þegar það svona öflugt fólk sem að stíga fram og rísa upp. Og Þannig að hafðir þú algjört frumkvæða, fékkstu sjálfur hugmyndina? Ég meina þetta var alveg ákveðið að minni hálfu bara eftir daginn eftir kosningar 2021. Það var svo aftur á móti tímapunkturinn sem að ég þurfti að ákvarða. Var engin þrýstingur á þig? Jú, auðvitað þrýstingur. Ég meina það þrýstingur á Bjarna Benediktsson, það þrýstingur á Guðmund Inga væntanlega núna, það þrýstingur á fólk sko, en það breyti því ekki að þú eru að taka svona ákvörðun yfirvegað og ég hafði alveg fullan stuðning hjá því fólki sem ég treysti best í flokknum til þess að sitja fram yfir þennan landsfund, af því mér fannst skipta máli að Samfylkingin myndi kjósa nýjan formann á landsfundi. Það ekkert heppilegasta fyrirkomulagi að það gerist aftur og aftur að fólk komist til áhrifa í formennsku með sama hætt og ég gerði og ég hef reyndar endurnýjað umboð með 2 svar á landsfundi. Þannig að mér fannst það skipta máli og þú veist, þú verður var við og það fer ekki fram hjá þér þegar að Kristrún talar bara strax fyrsta samtal mitt við hana að þarna var manneskja sem að var mjög mikið spunnið í. Þannig að það auðveldaði líka mína ákvörðun að ég vissi að það voru 2-3 einstaklingar sem að voru tilbúinir í þetta verk og hún kannski fremst meðal jafningja þar. Og ég sagði það nú við Sigmund Erni félagaðinn einhvern tímann í viðtali svona þegar ég kynnti þetta
að þegar hann spurði mig hvernig leiðtoga þarf Samfylkingin núna, ég sagði að það þarf bara einhvern aðeins öðruvísi heldur mig. Allt á sinn tíma og hver tími á sér í rauninni sitt rökrétta svar. Þannig að ég menna strax daginn eftir kosningar þá léti í þetta skína þegar ég segi að Samfylkingin þarf nýtt leikskipulag. Minn með ég hafi sagt í Silfrinu. En þú lýsir sjálfum þér sem fyrrum vinstri róttæklingi sem að svona Já, bara eins og unglingar eru, Björn. Þú manst nú eftir þessum tíma sjálfur. Og þú kynnist þarna sósíaldemókratískum áherslum í Skandinavíu og ert síðan sámaður. Mér hefur alltaf fundist eins og að Kristrún náttúrulega komi frekar úr hægri borgarlegri armi heldur en meira frá vinstri. Umhverfi hennar, hvort sem við lítum til menntunar hennar, heimilisaðstæðina í uppeldi, bankareynslunar. Ég myndi svona, ég myndi allavega ekki segja að hún kæmi beint úr vinstrinu inn í þennan stól. Ég meni, ég geri það nú ekki heldur í sjálfu sér. Ég meni að það voru nú ekki mikli róttæklingar á mínu heimili. Það var nú sáralítið talað stjórnmál og ég held að foreldrar mínu hafi verið svona í upphafi að minnsta kosti svona vinstri sinnaði framsóknarmenn þó þau hafi færst svo kannski aðeins til vinstri svona seinna í lífinu. Ég held að Kristrún alist í rauninu upp við svipaðar aðstæður ég hjá venjulegum fjölskyldum sem bárust ekki mikið á. En manni finnst allavega sko töluvert styttra á milli Samfylkingarinnar núna undir hennar stjórn. Manni finnst styttra á milli Samfylkingarinnar og Sjálfstæðisflokksins heldur en fyrir nokkrum árum. Þar til dæmis get ég vitnað til þess að þingmenn eins og Helga Vala sem hún eru hætt á þingi voru náttúrulega bara reglulega í slag og hérna stórt hjarta í Helgu Völu og mikil réttlætiskennd og svona var ekkert að ritskoða sjálfa sig. Sko, við höfum fylgst með þessu ótrúlega flugi Samfylkingarinnar í skoðanakönnunum. Þú fyrir ekki verið að segja það eftir að þú stegstir hliðar og Kristrún tók við. Það er ekkert feimnismál, það er þannig. Ég meina, á ég að fara að neita því, það er þetta að fletta bara upp, sko. En kannski er það að hluta til vegna þess hvað þú ert frábær þingflokksformaður, við skulum ekki útiloka það. Já, við skulum aðeins ég þarf ekkert skall hérna, sko. Þú þarf ekkert skall. Og hérna og bara svona, svo ég útskýri það nú fyrir áhorfendum einn ástæða þess að ég ekki tala svona við Loga er að við erum skólabræður og remma. En sko Logi, í ljósi þess hvað þetta hefur gengið vel hjá okkur undanfarið í skoðanakönnunum og svona stóra verkefnið framöndan, það eru allir sammála það er alveg saman hvað maður kemur, það gera allir ráð fyrir því að Samfylkingin verði í næstu ríkisstjórn og hérna mögulega með ansi gott fylgi, en sem sagt eru við bara að fara að kjósa annan sjálfstæðisflokk undir stjórn Kristrúnar? Nei, því fer nú svo fjarri. Sko, ég held að það megi alveg til sanns við að færa að Samfylkingin sé staðsett svona nær og miðjunni heldur en kannski gat virst allan þegar ég var þarna. Þó að við stöndum nú fyrir meira eða minna sömu stefnumálin. Það er hins vegar grundvallar munur á málflutningi Kristrúnar og Bjarna Benediktssonar. Og ég held til dæmis að eina ástæðunum fyrir þessu... Hver finnst þér aðalmunurinn? Já, ég meina þau hafa náttúrulega bara gjörsamlega andstæða skoðanir þegar það kemur að ríkisfjármálunum. Ég meina hvernig? Ég meina Bjarni Benediktsson talar allan tíman fyrir lausatökum í ríkisfjármálum. Hann talar skattalækkanir. Hann hirðir ekki fjármögnun verkefna. Hann reynir samt sem áður að keyra upp þenslu sem að byggir í raun ekkert hagvöxturinn síðustu ár byggir ekki á neinu öðru heldur fólksfjölgun. Ef þú myndir nú horfa til dæmis á hagvöxt per mann, framleiðni per mann, þá er myndin allt öðruvísi. Kristrún hefur hins vegar talað bara opið fyrir því
að þú þurfur að eiga fyrir hlutunum eða þú þurfur allan að gera ráðstafunni þannig að þú geti borgað fyrir hlutina. En ef Bjarni var í mínu stóli núna þá myndi hann segja er það munurinn á mér og Kristrún sá að Kristrún vill bara hækka skatta? Nei, hún vill ekki hækka skatta, ekki svona heilt yfir. En væri það ekki ágætt hugmynd að hækka skatta á feitustu bökinni? Ég meina það er það sem hún hefur talað um. Hún hefur sagt, ég meina svo ég noti nú bara hennar orð. Það er hægt að fjármagna hluti og sækja tekjur þar sem þenslan er. Þar getum við nefnt bankana, við getum talað um... Hvalrekaskattur, er hann ennþá upp á borði? Já, ég held að það hljóta að vera í þessum aðstæðum. Ég held að það skipti miklu máli líka að við förum að ná sanngjörnum auðlindagjöldum og þá er ég ekkert bara að horfa á sjávarútveginn, þá er ég auðvitað bara að horfa á þær auðlindir sem að íslensk þjóð býður yfir. Við erum nú að fara að sjá fram á vilja að minnstakosti til stórfelldra uppbyggingar á nýtingu vindorku sem verður aðeins öðruvísi heldur en orkuöflun gegn vatnsafl vegna þess að það eru fleiri einstaklingar sem að kannski eru þar í spilunum og það verður auðvitað bara að tryggja það að þessi fyrirtæki greiði auðlindagjöld til þjóðarinnar. Ég meina sama á við fiskeldið. Þetta hefur núverandi ríkisstjórn ekki einu sinni með Vinstri græn við stýrið ekki þorað að fara í og fyrir vikið erum við búin að fara í gegnum löng sveiflukent tímabil með djúpum dölum í efnahagslífinu og mannlífinu reynda líka. Við erum búin að fara í gegnum COVID, við erum búin að fara í gegnum áföllin í Grindavík, aðgerðir sem að þar var beitt nutu víðtæks stuðnings á Alþingi, þar á meðal okkar. En við ætlumst náttúrulega til þess að þetta sé fjármagnað. Nú nýlega var til dæmis gerður ágætis kjarasamningur sem að við studdum nálgunna við þeim kjarasamning. Það var í ljósi trausts. Já, studdum út af fyrir sig líka þau inngrip sem að ríkisvaldi átti inn þá kjarasamninga. En við gagnrýnum hins vegar að 80 milljarða króna innspýting ríkissjóðs yfir samningstímabilið sé ekki fjármagnað. Og ég held að ASÍ sé alveg sammála okkur þar. En gagnrýnir þú það núna að hvorki Seðlabankinn né stjórnvöld er að koma á móts við skulduga Íslendinga og það er margt sem bendir til þess að þessi kjarasamningar sem við vitnum til í vor, þeir séu bara í bullandi hættu að forsendum muni bresta. Já, ég auðvitað óttast það. Ég held að það sé nú samt þannig því miður kannski, má segja, ég veit ekki hvað maður á að segja í því, fyrir launafólk að minnstakosti, að ég held að það séu verðbólgumarkmið í samningunum, ég er ekki viss um að séu vaxtamarkmið. Já, ég held að fólk hafi reiknað með því að vextirnir færu að lækka frekar hratt ef að verðbólga færi niður. En það er hins vegar þannig að það eru tveir öxlar sem að fyrst og fremst stýra ríkisfjármálunum. Það er ríkisstjórnin annars vegar og það er Seðlabankinn hins vegar. Seðlabankinn hefur miklu færri tæki í sínu vopnabúri heldur en ríkisstjórnin. Ef að ríkisstjórnin gerir minna þá er Seðlabankinn að gera meira. Og Bjarni Benediktsson hann orðaði mér segja svo bjánalega fyrir einu ári síðan að ráðstöfunartekjur íslenskra heimila hefði aldrei verið meiri ef frá eru skilin vaxtagjöld. Þú hefur nú væntanlega orðið var við það að vaxtagjöldin skipta dálítið máli frá mánuði til mánaða núna, er það ekki? Þannig að það má alveg færa rök fyrir því að þessi háu vextir 9,25% núna í 1 ár þetta er að minnstakosti sama hvað menn kalla þetta er ígildi meiri skattahækkana heldur en að almenningur í landinu hefur séð svo áratugum skiptir og þetta er fyrst og fremst á ábyrgð ríkisstjórnarinnar sem hefur ekki beitt aðhaldi og það má ekki gleyma því að aðhald er hægt að sýna með tvennum hætti. Það er hægt að skera niður. Það er hins vegar mjög erfitt í umhverfið þar sem að innviðir hafa verið sveltir eiginlega í öllum málflokkum, hvort sem er menntamál, heilbrigðismál, vegamál eða annað. En það er líka hægt að setja, það er líka hægt að sýna aðhald með að sækja tekjur þangað þessi tekjur eru að fá. Það eru klárlega ekki á heimilum landsins. Það eru klárlega ekki hjá millistéttinni heldur. Og hvað þá þetta lágtekjufólki. En þessi dæmi sem ég nefndi áðan, það er klárlega svigrúm þar og þar á fólk bara að leggja mörkum. Já,
Það líka hérna þessi kuldi að sko það mjög erfitt skeið hjá mörgum hinum skuldu og sérstaklega það líka bara mikil óhamingja í samfélaginu við sjáum hérna ofbeldisbylgju sem að nær niður í börn við sjáum hræðilegan fórnarkostnað sem fylgir því og það eins og enginn sé að taka utan íslensku þjóðina ég þreytist sko af hálfu þeirra sem í ríkisstjórninni ég þreytist ekki á að rifja upp orð norsks vinar minn sem að býr hér á Íslandi og segir það að þótt að sé bara sko 3-6 mánaða tímabil þar í landi þar sem að ríkisstjórnin svona þurfa að biðjast afsökunar á einhverju efnahagsumhverfinu sem að leiði til þess að hinn almenni normaður þarf að taka á sig meiri byrðar en vanalega þá sé samtal og auðmýkt og stjórnum biðjast afsökunar og þau bara hérna tali fallega til almennings og já við erum bara hugrökk og hérna þetta verður skárra eftir 3-6 mánuði sko það þetta andrúmsloft núna manni finnst þetta svolítið ómannúðlegt andrúmsloft við erum með 3 flokka þarna í ríkisstjórninni og enginn þeirra virðist búa yfir foringja sem er nægilega læs á mannlegt samfélag á Íslandi til þess að tala við þjóðina eins og góður þjóðhöfðingi gerir klappar henni, tekur utan hana segir takk fyrir að hafa ekki gefist upp við vitum að þetta búið að vera erfitt Já, það voru þín orða að ekkert af þessu fólki hefði hérna getur til þess það hlýtur að vera fyrst að gera það ekki Já, en ég held að minnst að Katrín hafði þó nef fyrir þessu sem farin frá borðið Jakobsdóttir Ég held að það sé að minnst að rétt hjá þér að hérna að pólitík víða í kringum okkur ekki síst í Noregi, það sem ég þekki nokkuð vel þau eru hreinskiptari Já, og mannlegri þá Já, og stjórnmálamenn eru svona heiðalegri í sinni nálgun Ég man eftir myndun ríkisstjórnarinnar 2017 Noregi, þar sem að Jónas Gahr vann Ernu Solberg og myndaði hérna 4 eða 5 flokka stjórn að ég fylgdist með blaðamannafundinum sem var haldinn á Gardermoen daginn eftir kosningar og þá var bara gengið á röðina hjá formönnum flokkana sem mynduðu ríkisstjórnin og þau fóru bara yfir það hreinskilnislega af hverju þau mynduðu ríkisstjórnana hverju þau náðu fram af sínum málum hvað þau þurftu að gefa eftir þannig að það lá bara fyrir og þau þurftu þó ekki að eyða næstu 4 árum eins og þessi ríkisstjórn búin að gera í að vera alltaf að neita fyrir það að þau hafi gefið eitthvað eftir þetta hefur endað í því að við erum sumir segja að við séum með 3 ríkisstjórnir aðrir segja að við séum með 12 ríkisstjórnir að minnst okkur tala þingmennirnir ráðherrarnir og formenn flokkana bara fyrir sjálfa sig einn formaður núverandi í stjórnarflokknum gekk nú svo langt á flokkstjórn eða landsfundi flokksins fyrir 1 eða 2 árum síðan að segja að tilgangur þeirra í ríkisstjórn og að koma í veg fyrir að samstarfsflokkurinn næði einhverju fram. Hver er það? Það var Guðmundur Ingi. Já. Við erum þarna til þess að verjast vonda sjálfstæðisflokknum. Er þetta nú góður heimamundur fyrir brúðkaup? Nei, eða hjónaband? Nei. Ég ekki vissu það. Og sko, en bara svo í rökstuði álit mitt af því þú ert nú eiginlega að kalla eftir því að þú segir þetta er þín skoðun og alveg rétt þetta er mín skoðun. En ég ætla bara að rökstuði þetta. Að hérna mitt í hamförunum þegar þær rýru eignir sem þó hafa kannski orðið til ef að segja 10-20 milljónir hjá einhverju hérna meðal fjölskyldu sem að hefur verið í strögglinu en hefur þú náð að eignast kannski 10-20 milljónir mitt á þeim tímum þegar þetta fé kann að vera að brenna upp núna í hávöxtunum svo litla eign sem að fólk hafi nurla fyrir á áratugum þá kemur formaður Framsóknarflokksins og talar verðbólgu og DNA sem er svona jafn langt frá samúðinni eins og mannúðinni sem að þyrfti kannski að hugga þennan hóp sem er að missa allt sitt út á ákvörðunum sem að ekki er hægt að gera almenning ábyrgan fyrir og hinn höfðinginn sem er þá ónefndur formaður Sjálfstæðisflokksins er sem sagt ítrekað
mældur spiltasti og óvinsælasti stjórnmálamaður þjóðarinnar. Þetta minn rökstuðning. Já, ég skil og ég meina, mér fannst þetta afleitt svar hjá honum Sigurði Inga með erðavísana, sko, og það var svona eins og að vera að útskýra mannlífið á Íslandi, þjóðlífið og efnahagslífið með sömu rökum og stjarnærisfræðingur lýsir hreyfingu himiltunglana. En þá komum við að spurningunni. Þetta væri lögmál sem náttúrulega fáránlegt, sko. En þá komum við að spurningunni. Kristrún Frostadóttir, býr hún yfir, þú þekkir hana miklu betur heldur en flest okkar hennar, býr hún yfir sko næri mennsku til þess að verða góður forsætisráðherra þjóðarinnar? Já, það gerur hún. Hún gerir það? Það gerur hún. Og manneskja, fyrst og fremst. Já, og ég held hún verði afskaplega góður forsætisráðherra. Vill hún frekar verða forsætisráðherra en fjármálaráðherra? Vegna þess að hún talar stundum eins og fjármálaráðuneytið sé það embætti sem að sé mikilvægast að samfélkingin komast yfir. Sko, nú erum við Kristrún ekki á hverjum degi að ræða hvað hún vill gera og hvað hún ætlar að gera eftir kosningar þar sem að enginn veit hvernig fara. Ég hér að spyrja til þess að í þeirri vona og talir að þér. Já, sko, að því að eitt bara mjög skýrt hjá okkur og hefur verið mjög skýrt hjá henni líka. Já. Það að við erum að vinna okkar vinnu, við erum að vinna okkar undirbúning, við erum búin að fara allt landið með nokkur 100 fundi, öllum bæjarfélögum, þar sem við höfum rætt heilbrigðismál og lagt fram stefnu, þar sem við höfum lagt fram stefnu svo í kjölfarið atvinnu og samgöngumál og erum núna í húsnæðismálum, almannatryggingum og velferðarkerfinu. Þetta gerum við algjörlega óháð hvernig við erum að mælast í skoðanakönnunum og erum ekki að láta það hafa áhrif á okkur. Mín skoðun hins vegar svo að það væri þjóðinni mjög dýrmætt að fá Kristrúnu sem forsætisráðherra og sama hvað hún vill gera í þeirri stöðu, þá vil ég verið forsætisráðherra en ekki fjármálaráðherra. Já. Viðreisn blasir við sem samstarfskostur því þið eigið það sameiginlegt með Viðreisn að vilja ganga í ESB. Hver drauma ríkisstjórn þín? Ég ætla ekki að fara í meiri smáatriði en formaðurinn hefur gert í þeim efnum. Það er hún auðvitað sem að leggur svona lína. Væri samt ekki hressandi ef við Íslendingar gætum gengið til kostninga og myndum eitthvað aðeins vita hvað myndi gerast eftir kostningar. Er þetta ekki svolítið ágalli á okkar systemi að enginn gengur nokkru sinni bundin til neins sem þýðir að enginn með neinn sérstök prinsip sem að getur þá kosið þegar maður fer inn í kjörklefa? Jú, þetta góð spurning og ég ætla að koma henni aðeins aftur. Okay. Ég ætla fyrst að segja að mín drauma ríkisstjórn er frá miðju til vinstri. Það bara alveg skýrt. Er Miðflokkurinn þar inni? Hann verður nú sent talinn til vinstri flokkssamstokkusti. Þér finnst hann til hægri? Já, mér finnst það. En bara aftur það heitir Miðflokkur? Já, menn geta kalla hlutina það sem við vilja, sko. Ísland heitir Ísland og Grænland, sko. Þú diskutera það. Já, en þá var stóru spurningunni. Já, stóru spurningunni, með að ganga bundið til kosningar. Ég hef alveg verið hrifinn af þessari norrænu hefð sem að reyndar hefur að leysa staðis upp. Bæði í Danmörku og Noregi og Svíþjóð, þar sem að það liggur bara algjörlega fyrir hvaða flokkar vinna með hverjum öðrum, sko. Og þú ert með bláa blokk og þú ert með rauða blokk og svo framvegis. Þetta hefur líka leitt til þess að ásamt því reyndar að Norðmenn geti ekki rofið þing að þessum löndum hefur stundum verið stjórnað yfir langan tíma af minnihlutastjórnum sem að hefur svona skapað ákveðna auðmýkt. Þú þarft að vinna með meirihlutanum og ég var alveg hrifinn af þessu. Ég er ekkert endilega vissum hins vegar að það hafi verið klókt af mér á sínum tíma að hafa bara sagt það hreint út að ég útiloka samstarf með þessum flokki og þessum flokki. Af hverju? Ekki vegna þess að ég hef ekki meint það. Ekki vegna þess að ég hef ekki 100% meint það. En hins vegar þá lenti ég alveg í því í umræðuþáttum og á grillinu hjá RÚV og Bylgjunni og fleiru að þættirnir í staðinn fyrir að maður geti komið sínum sjónarmiðum stefnu flokksins til framtíðar á framfæri þá snerist hann meira minna allur að ég væri útiloka einn
og maður var allt í einu manni var að fara að líða pínu eins og hrekkjalómnum á skólalóðinni sko. Þegar ég held að hafi nú verið svona stærri tuttar þar innanborðs í stjórnmálunum en akkurat ég. Þannig að ég held að þetta sé ekkit endilega skynsamlegt í því ástandi sem að við búum við í dag, þar sem engin flokkur að gera þetta, en ég get alveg tekið undir með þér. Það væri alveg hressandi ef að fólk fengi aðeins betri skilaboð hvað það að kjósa og hvað ekki. Þetta sem þú vísar til ummælið þínum að Samfylkingin í þínum huga hefði ekki áhuga á að vinna með Sjálfstæðisflokknum, voru það aðri flokkar sem þú nefndir en Sjálfstæðisflokkurinn? Já, mér minnir að ég hef nú nefnt Miðflokkinn. Já, Miðflokkinn. Já. En sko, þegar þú segir að þú hafi lent á grillinu og Bylgjunni og RÚV, þá kann það vera vegna meinsemda í menningu fjölmiðlamanna. Ég veit ekkert það. Nei, ég að segja það. Ég fjölmiðlamaður. Það kannski bara ekkert eðlilegt við það að þú hafi lent á grillinu, á RÚV og Bylgjunni af hálfu þeirra fjölmiðlamanna sem settu þau á grillið. Kannski var þetta bara eðlilegasti hlutur í heimi og kannski þetta eitthvað sem við ættum að reyna að venja okkur við, að stjórnmálamenn með prinsip sem segja hluti sem kjósendur geta treyst að verða veruleika í stað þess að allt sé galopið. Kannski það bara eitthvað sem að fjölmiðlamenn Íslendinga þurfa líka að læra að geti verið ágætt fyrir land og þjóð. Já, alveg örugglega. En sko nú ætla ég nú að taka fram að ég hef nú sko alltaf borið virðingu fyrir fjölmiðlafólki og ekki fundist ég verða fyrir neitt óréttlátri meðfund. Nei, það ákveðin menning. Alls ekki. Og ég meina, kannski hef ég nú lagt þetta svona bara aðeins upp sjálfur, skilur. En sko, íslensk fjölmiðlamenning náttúrulega pró-Sjálfstæðisflokkurinn. Það hefur alltaf verið þannig. Þú nefnir þarna Bylgjuna og RÚV, halló. Þetta er mjög sterkt ástar og aðdánarsamband við Sjálfstæðisflokkin á báðum þessum fjölmiðlum. Og af því að ég að skrifa bók þetta sem kemur út eftir skamman tíma, þá má ég alveg segja það. Ég meina þú. Ég er í þeirra röðum, ég hef fylgst með þessu. Þú mátt alveg segja það sem þú vilt við erum bara í samtali, sko. Ég hef verið hluti af þessum fyrirtækjum og ég tók eftir því bara síðastliðið sumar hvað það var lítið látið með það hve óeðlilegir hlutir voru að gerast þegar Bjarni Benediktsson nær að verða forsætisráðherra í annað skipti á ferlinum, þrátt fyrir allt sem á undan gengið og þótt að væri ekki nema 15-17% Íslendinga sem vildu hafa hann áfram á ráðherrastóli, þá það bara ekkert eðlilegt við það. En fjölmiðlamenn, RÚV og Bylgjunnar, þeir gerðu engar athugasemdir við það þennan dag. En við erum komin út í ég þarf aðeins að fara þess áfram. Það sem að mér hefur eiginlega fundist skorta hjá fjölmiðlum í aðdraganda kosninga gagnvart sérstaklega Sjálfstæðisflokknum. Það að til dæmis fyrir síðustu kosningar þá lofaði flokkurinn hátt í 100 milljarða króna innspýtingu í innviði landsins en ætlaði að lækka skatta á sama tíma. Og ég átta mig ekki á því hvernig flokkurinn getur farið í gegnum kosningabaráttu sem að tekur nú 5-8 vikur án þess að fjölmiðlarnir sýni það aðhald að fara á fullri hörku í þennan málflutning. Þess að hann stenst bara ekki. Þetta einhver svona vúdúhagfræði sem ekki gengur upp. Þetta bara mjög góður punktur í haður. Ég vildi gjarnan að Bjarni Benediktsson væri bara hér við rauðaborðið á hverjum degi til þess að það væri hægt að spyrja rétt spurningar. Á hann ekki einhvern möguleika svona hálftíma á dag? Jú, en hann tregur til að koma. Já, hann tregur til að koma. Hann forsætisráðherra. Jú. En Logi, þá ætla ég að enda þessa umræðu okkar sem búin að vera upplýsandi að mörgu leitum mjög stund áhugaverð. Ég vona að það sé eins með ykkur hlustendur og áhorfendur. Ég að spjalla við Loga Má Einarsson, þingflokksformann Samfylkingarinnar, svo þessi sagt fyrir útvarpshlustendur sem að detta inn í þetta spjall. En fjárlögin, þið verðið að rífast þau núna næstu daga á þingi. Hvar snöggibletturinn?
Ég meina snöggibletturinn fyrst og fremst það sem ég sagði áðan að það eru ófjármagnar útgjaldatillögur í verkefni sem algjörlega nauðsynleg, skulum halda því til haga sko. Er þetta niðurskurðarfjárlög? Nei, ég myndi nú kannski ekki endilega segja það, en það eru þó sem sagt það er þó þannig að það er vanfjármögnun mjög víða. Landhelgisgæslan sem að hefur náttúrulega verið í mikilli brekku í mörg ár. Hún er ennþá eftir þetta í stóri klípu. Ég hef nú ekki rýnt allar stofnanir, en ég til dæmis skoðaði sjúkrahúsið á Akureyri sem er mjög kært og leikur gríðarlega mikilvægt hlutverki í landi þar sem að byggðaþróun er náttúrulega alveg galin. Mér sýnist að þau verði áfram í sama vanda og við sjáum fram á það að jafnvel fleiri sérgreinar séu í hættu og fleiri þurfa þá að leita sér lækninga til Reykjavíkur. Ég held á síðasta ári hafi 22.000 ferðir verið farnar á sjúkrahúsi í Reykjavík sem að hefði verið hægt auðveldlega helminga eða jafnvel meira en það ef að þú bara stæðir á bakvið fjármögnun stofnunarinnar. Þannig að ég held að mjög víða sé þetta svoleiðis. Ég meina þetta er ekki beinn niðurskurður að því leyti til að það er kannski verið að skuttla 100 eða 200 milljónum hingað og þangað, en það er ekki verið að setja nóg á mjög marga staði. Nei. Síðan ertu þetta með náttúrulega, þú veist, allar viljayfirlýsingarnar og loforðin þjóðarhallir og guð má vita hvað allt þetta heitir, skilur, á þess að nokkru manni hafi dottið í hug að þyrfti nokkuð tímann að borga fyrir þetta. Já. Þannig að það er veikleiki fjárlagana. Já, sko... Það er tekjuhliðin. Já, það líka margir telja sig sjá veikleika fjármálana birtast í því að það sé ekki verið að reyna að ná auknu fé inn í ríkiskassan með sköttum á þá sem sannarlega gætu borgað miklu hærri skatta. Eins og við töluðum áðan. Já, eins og við töluðum áðan, en þú ert er það ekki rétt munið hjá mér, ert ekki utanríkismálanefnd? Jú. Og hér við Rauðaborðið í gær í Sonum Egils þá var fyrirverandi utanríkisráðherra og þinn fyrirverandi formaður Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, svo mikli skurungur. Það var rætt svona kvenfrelsis áhrif af hennar störfum en við rættum þeim líka varnarmál. Og mér langar aðeins að fá svona þína skoðun á því að því þú ert í utanríkismálanefnd sko, þau eru náttúrulega hækka ansi bratt framlög Íslendinga til varnarmála. Sumir vilja segja að þetta er ekkert varnarmál, þetta er bara hernaðarmál, þetta er bara peningar að fara í að kaupa vopn sem drepa fólk. Nei. Og hvað ert þú staddur í þessu? Ég reikna með að þú sett að vísa til þingsályktunartillögu stuðning við Úkraínu. Hvað er þetta, 26 milljarðar á 5-6 árum? Já, mögulega. Það er náttúrulega verið að hluta til stærri upphæðin en nú að fara í mannúðarmál sem er eiginlega flokkast, stór hluta því sem þróunar samvinna. Og svo eru þarna peningar sem fara í varnarmál vissulega. Sko, við lifum ekkert í mjög friðsumum og góðum heimi núna sko. Og við það náttúrulega sjáum daglega fréttir frá bæði Úkraínu, Miðausturlöndum og Afríku. Varðandi þennan stuðning við Úkraínu, þá finnst mér prinsippmál verið að ræða. Við erum að sjá ólöglega innrás annars ríki í sjálfstætt og fullvalda ríki og við erum að sjá gamaldags landvinningastríð sem að maður hélt reyndar að myndi heyra sögunni til. Og það eru fáir sem ættu að skilja betur hversu mikilvægt það er að alþjóðalög, sjálfsákvörðunarréttur og landamæri þjóða séu virt en smáþjóð eins og Íslendingar. Og ég hef ekkert verið feiminn verið að segja. Ég veit að það er alveg skipta skoðanir á þessu, innan mín slokk líka. En ég hef ekkert verið feiminn að segja að mér finnst fullt tilefni til þess að við leggjum á mörkum og við tökum þátt í samstarfi Atlantshafsbandalagsins þegar kemur að þessum hlutum.
En hvað með hinn rökin að Íslendingar hafi notið þess í allt frá lýðveldisstofnun að vera kærulausi andarungin sem syndir á opnu úthafinu án ábyrgðar og hefur alltaf getað skreitt sig bara friðarbóðskap. Ef það hægt, ættu við ekki að reyna að halda áfram að vera svo þjóð? Þekktu vel verið að sé freistandi. Ég ætla hins vegar að fullyrða að ef að ríki eins og Ísland, og nú ekki bara að tala NATO, tala ýmislegt annað líka, við erum í margs konar þjóðlegu samstarfi, ef að við Íslendingar ætlum alltaf að þiggja af kökunni og aldrei að leggja neitt til hennar, þá endar það bara með því að samstarfsfélög okkar gefast upp á okkur. Og við erum auðvitað ekki í neinum verulegu mæli að greiða fyrir þáttök okkar í NATO til dæmis. Við höfum litið þannig á að staðsetning okkar á netinu, aðstæðan sem við getum látið á hendi rakna upp á Keflavíkurflugvelli og auðvitað þessi sérstæð okkar sem fámenn og herlaus þjóð, hún hafi svona gert það að verkum að það í rauninni framlag okkar. En svo höfum við náttúrulega einbeitt okkur mest að og við höfum gert alveg ótrúlega fína hluti í því að við höfum sinnt borgaralegri þjónustu, við höfum sinnt mannúðaraðstoð og það munum við gera aftur. Það verður okkar svona megin framlag til NATO og svona helsta framlag okkar til utanríkismála og alþjóðamála þetta jafnrétti, friður og sá boðskapur. En við erum að glíma við mjög sérstakar aðstæður og mér finnst í rauninni það ekki ofverkið okkar að taka þátt í þessum hætti sem við gerum, sem miklu minna í öllum samanburði heldur bara nágrannalöndin að gera. Mikið minna. En forsetinn okkar sem nú á Bessastöðum talaði gegn þessu í sumar og mér langar að spyrja þig á móti þegar þú segir annars myndu þessi ríki gefast upp á okkur. Voru einhverjar, hafa komið fram einhverjar vísbendingar Nei, ég segi svona en ég meina að þú getur bara litið til bara svona minni eininga, samstarfs í skóla eða í vinnu eða annað slíkt að ef þú ætlar alltaf að vera sá sem að er á böglaberanum og stígur aldrei pedalinn það kemur að því að þú eru bara settur á honum og ég ekki að segja það að við höfum nokkuð tíma að fengi neina slíkar hótanir eða vísbendingar eða annað. Ég bara að segja við eigum auðvitað að vera nóg stolt til að rísa undir ábyrgð, við eigum að vera stolt og þjóðin hefur staðið með Úkrænumönnum í þessu stríði og við erum eftir sem áður miklir eftirbátar hinna ríkjana þegar kemur á framlögum, miklir eftirbátar. Og það getur þú séð til dæmis í skýrslu frá Kyiv Institute sem heldur utan öll þessi framlög. En þér náttúrulega líka kunnugt það að það eru til fræðimenn í stjórnsýslurétti, alþjóðastjórnmálafræðingar sem segja að þetta geti líka gert okkur að skotmörkum. Já, algjörlega og ég ger engan ágreining að fólk takist á þetta og ég held að það sé miklu heilbrigðara og ég held kannski að við Íslendingar eigum kannski stundum að eyða meiri tími að ræða mikið og lengi og alvarlega svona grundvallar þætti hlutana í staðinn fyrir að vera alltaf að eltast í titlingaskítinni eins og okkur nú svona dálítið tamt og mér minnir að Halldór Laxness hafi komið inn á einhvern tímann í einhverju grein. Kjarni mála gleymist alltaf. Já, þannig að ég ger engan ákvörðun það. Ég veit að það er ekkert svart hvítt í þessu og þú veist, eina sem að ég bara segja að þetta er mín skoðun og mín samfæring sem er bara byggð á þeim upplýsingum sem ég hef og í rauninni þeirri stöðu eins og ég sé hana. Gerir engan ágreining þó aðrir kunni að vera á annarri skoðun og svo tókstu á það. Já. Heyrðu Logi, þetta er nú að verða ansi gott hjá okkur. Ég þakka þig kærlega fyrir að koma og spjalla við mig. En svona rétt í lokin, bara okkar á milli, hvaða ráðherra embætti langar þig í? Veistu það, ég hef aldrei stýrst af einhverjum markmiðum einhver embætti eða einhverja vinnu og ég hef gaman að þessu eins og þetta er. Ég ætla mér áfram að vera í pólitík eftir þetta kjörtímabil
Svo það bara komið í ljós hvar nákvæmlega þessi tindá hentar best á vellinu. Já, þú væntanlega býður fram í þínu kjördæmi. Já, ég gera það. Hvernig hafið þið tekið ákvörðun það hvort það verður bara allstaðar uppstilling eða? Nei, ég veit ekkert hvernig það verður og formaðurinn hefur talað mögulega leiðtogaprófkjör og svo uppstillingu. Já. Það flókið í þessum landsbyggðarkjördæmum að vera bara með allsherjar prófkjör vegna þess að þú vilt ekki að 5 efstu raðist annarkvort á Eyjafjarðarsvæðið eða Austurlandi. Sem sagt leiðtogaprófkjör, þannig að við fáum að vita að það veri kosið hver leiðir í hverju kjördæmi, en hitt verði handrað. Það er svona það sem hún hefur talað en svo auðvitað með þeim fyrirvara að hvert og eitt kjördæmaráð ræður hvernig þau gera þetta. Og sem frambjóðandi síðustu þrennum kosningum þá ætla ég nú bara sína þá skynsemi að vera ekki að blanda mér inn í það hvernig félaga mínir fyrir norðaustan vilja að ég berjist fyrir sæti mínu, þannig að ég mun ekki skipta mér af því. Nei. En þú listrætt einstaklingur, arkitekt stundum. Já. Og fær ekki menningamálin ágætlega við þig? Ég meina ef þú heldur áfram svona þá hef ég mikinn áhuga á menningu, jú, en ég hef áhuga svo mörgu í lífinu og þar sem ég gerir gagn. Já. Þar sætti ég mig að vera. Ég vona ég megi upplýsa það þótt þessi persónulegt að bæði börnin eru verðandi listamenn, er það ekki rétt? Já, ég veit það nú ekki. Sonur minn náttúrulega nýútskrifaður myndlistamaður. Dóttir minn nú eitthvað svona meira tvístíðandi hvað hún ætlar að gera. En hún tónlistar. Já, hún hefur gaman af músík en ég ekkert viss hún ætli áfram í það. Ég held hún fari jafnvel bara í eitthvað annað. Já, einmitt. En við höfum gaman af menningu og listum á heimilinu. Sagt það þannig. Og kona einn sem héraðsdómslögmaður, hún náttúrulega líka. Hún héraðsdómari. Já, fyrirgefðu, ég meina það, héraðsdómari ætlaði ég að segja. Hún náttúrulega flautuleikari og hefur sungið í besta kór Norrlendinga, er það ekki himnóti? Jú, hún sungið himnóti, jú. Já. Það góður kór, ég veit ekki hvort hann bestur, hann góður. Er hann ekki bestur í hópi norrlenskra kóra? Ég ætla ekki að rjóminn þarna fyrir norðan. Jú, mér finnst það, en kannski líka bara því ég skotin í henni, sko. En Logi, kæra þakkir fyrir komuna. Sömuleiðis. Og frá stjórnmálunum víkjum við yfir í aðra sálma. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.